Þá byrjum við á Bandaríkjunum aftur og núna byrjum við efst á blaðsíðu 86 og þið munið að lesa vel þessar síður vegna þess að það er í bókinni þar sem upplýsingarnar eru. Þetta er svona bara það helsta. En Bandaríkin eru stofnuð 1776 og þau eru stofnuð sem lýðræðisríki. Sem vil segja að það var aldrei neitt kóngur í Ameríku og þeir þekkja ekki neitt slíkt eins og aðal eða neitt svoleiðis. Þetta er lýðræðisríki frá upphafi og sama gildir Kanada og Mexíkó. Þetta eru ríkjasambönd og það er virt lýðræði. Í Norður-Ameríka er mjög ríkt heimsvæði. Það er að segja, ef við hugsum núna bara Bandaríkin til að byrja með, þá eru ríkustu fyrirtæki heims og ríkustu einstaklingar heims, þeir eiga heima í Norður-Ameríku, í Bandaríkjunum flestir. En við megum ekki gleyma því að í þessum ríku löndum, eins og Bandaríkjunum, eru mjög margir sem eru fátækir. Það er mjög mikill munur á því hvernig fólk hefur það, hvort að það hefur það gott, er í ríka hlutanum, eða hvort þetta eru fólk sem að býr í ríkjum þar sem að ríkir fátækt. 20 til 25% af íbúum til dæmis hérna í Nýju Mexíkó eru fátækir samkvæmt skilgreiningu samkvæmt almennum skilgreiningum. Þannig að við þurfum að hugsa það þegar við erum að tala Bandaríkin, að þá erum við í rauninni að tala heimsálfu sem er gríðarlega ólík, það er gríðarlega fjölbreytt. Það sem að fjölbreytt, þetta er heimsálfu, þetta er ekki land eins og við þekkjum. Ef við skoðum aðeins atvinnuvegi í Bandaríkjunum, að þá eru Bandaríkin mesta iðnveldi heims. Þarna eru stærstu fyrirtækin, þarna er mesta framleiðslan í iðnaðinum og það hefur verið frá því upphafi 20. aldar, frá því 1901, 2, 3, þá taka þeir fram úr Englandi og Evrópuríkjum og framleiða mest af öllu af vélum og tækjum og tólum, og lengst af 20. öldinni að þá gerðu þeir þá að gera það enn, og það var á ákveðnum svæðum í Bandaríkjunum þar sem að voru saman, þar sem að menn gátu grafið úr jörðu bæði kol og járn, aðalega kol vegna þess að kol er svo erfitt að flytja langa leiðir. Þannig að iðnaðurinn, hann safnast saman þar sem kolanámurnar eru. Og kolanámurnar eru í kringum vötnin miklu á landamærum Kanada og Bandaríkjanna. Við skoðum þetta kort hérna sem er úr gamalli bók. Þá sjáum við að þessi svörtu ferningar hérna, það eru kol. Og þetta eru vötnin miklu sem ég dreg hringum hérna núna. Og þið sjáið, kolanámurnar eru hér allstaðar, þessi svörtu bútar, þessi svörtu kubbar eru kolanámur, og hérna eru helstu iðnaðarsvæði Bandaríkjanna í gamla þungaiðnaðinum. Og við sjáum líka bláu bútana hérna, eða ringina, hérna eru járnnámur. Þannig að þarna var stutt á milli kola og járns eins og í Englandi og Þýskalandi. Hérna var gríðarlega mikil iðnaður, og við þekkjum borgir eins og Detroit sem er hérna. Þar var bílaiðnaðurinn, höfuðborg bílaiðnaðarins. Í Chicago var mikil iðnaður líka, og þið sjáuð á rauðu flekkjunum, það eru iðnaðarsvæði. En skoðið svo líka hérna, það sem stendur hér, sólarbeltið. Það er það sem við ætlum aðeins að kíkja á. Sólarbeltið, það kannski nær hérna Suðurríki Bandaríkjanna, og þar verður til annars konar iðnaður.
Það er þessi nýji iðnaður sem að skiptir kannski meira máli núna og þar verður til skemmtiiðnaðurinn, Hollywood, allar bíómyndirnar, tónlistin, tölvuleikirnir og allt þetta. Þetta er búið til í sólarbeltinu og svo það sem að skiptir kannski ennþá meira máli núna, það er ekki skemmtanaiðnaðurinn, heldur það sem við erum að fara að tala um hérna, nýiðnaðurinn eða þekkingariðnaðurinn sem að við kannski segjum að sé tölvu eitthvað. Frægasti staðurinn þar sem að í þessum tölvuiðnaði er hér í Kaliforníu, í kringum háskólana sem voru hérna, í Kaliforníu, í Berkeley og Stanford og þessa háskóla. Aftur á móti eru hér á norðausturströndinni aðrir háskólar og hér er líka nýiðnaður og þarna eru Yale og Harvard og þeir gömlu háskólar, þannig að þekkingariðnaðurinn er hér á þessum tveimur stöðum, hérna og hérna sjáum við nánan Silicon Valley eða Kísildalur. Þið þekkið þetta. Næsta, þetta eru fyrirtækin í Silicondal, Adobe, það er að segja Photoshop og Flash og allt þetta, Apple, Macintosh-tölvunar, eBay, Facebook, Google, Intel sem býr til örgjörva eða sem stýrir örgjörum í öllum tölvum sem að þið komið nálægt næstum því. Þannig að þetta eru stóru fyrirtæki núna. Þau eru allir þessum Silicondal. Þetta var ég að segja frá áðan, gömlu háskólarnir og háskólarnir í Kaliforníu og þessi fyrirtæki sem eru hann IBM, Apple, eBay, Hewlett Packard, Intel, Yahoo, Google. Þið þekkið þetta öll. Nú, í kennslubókinni er ekki sagt frá þessu fyrirbæri hérna, stóra eplinu Big Apple eða New York og nágrenni, en svona til upplýsingar að þá hét New York áður New Amsterdam og sem segir okkur það náttúrulega að það voru hollendingar sem að námu land þarna og tóku og byggðu þetta upp. En þarna er miðstöð lista og menningar í Bandaríkjunum og sumir segja í öllum heiminum. Bandaríkjamenn eru þekkti fyrir það að nota mikla orku. Þeir nota orku í allt sem þeir gera líka við. Bílarnir eru stærri, þyngri og kraftmeiri heldur en evrópski bílar og japanskir og nota meiri orku og það er olía og jarðefnaeldsneyti, olía og gas sem að þeir nota mest af öllum og ef við kíkjum hérna á næstu mynd þá sjáum við kannski af hverju. Það er ekki nema bara í borgunum á austurströndinni, gömlu borgunum sem eru evrópskastar, þar sem eru kannski strætóar og almenningssamgöngur, annars er það einkabíllinn sem er faratæki Ameríkumanna. Þetta er þjóð á hjólum. Nú, kvöndum okkar kvæðikross og kíkjum aðeins á söguna. Hér er verið að tala kannski það sem er ein af dökku hliðunum í sögu Bandaríkjanna og sögu Evrópu, það er þrælaverslunin, þríhyrningurinn frá gamla heiminum, hérna er England, var siglt með vefnaðarvöru, áfengi og iðnaðarvarning til Afríku. Hann var seldur hérna, þaðan fyrir það sem fékkst fyrir vefnaðarvöruna, rommið og iðnaðarvarningin, voru keyptir þrælar. Þeir voru fluttir hingað til Ameríku, bæði til Karibahafseyjanna og til Suðurríkja Bandaríkjanna aðalega. Þar unnu þeir á baðmullarökrum og tóbak og sykurökrum og sú vara sem þeir framleiddu var síðan flutt aftur hérna. Þetta gekk í nokkur hundruð ár, þessi hringur, og hér er mynd af þrælaskipi. Og við skulum aðeins kíkja betur á það. Ef við horfið á það, þá eru þrælarnir hérna. Þeir geta ekki einhvern staðið uppréttir og þeim er raðað svona maður við mann hérna og hér. Og þið getið bara rétt ímyndað ykkur hérna, sjáu þið hvernig þverskurðurinn á skipinu er, hvernig þeir voru. Og þið getið rétt ímyndað ykkur hvernig lyktin hefur verið eftir svona hálfa mánuð á sjó. Fólk komst varla til þess að hvorki til þess að létta á sér og svo er náttúrulega sjóveikin sem hefur herjað á mikið þrælana. En
1861–65 þá var svokallað þrælastríð í Bandaríkjunum. Þá voru það ríkin, iðnaðarríkin í norðri sem að vildu ekki þrælahald. Suðurríkin byggðu landbúnað sinn á þrælahaldi, sykurinn, baðmullin og allt það. Það þurfti á miklu mannafli að halda. En þetta enda með því að 1865 sigruðu norðanmenn, Norðurríkin, og þrælahald var bannað í Bandaríkjunum. Þetta er sem sagt fáni Norðurríkjanna, þessi bandaríski gamli sem við þekkjum, og þetta er fáni Suðurríkjanna. Frumbyggjarnir í Ameríku, þeir sem áttu heima í Ameríku áður en Evrópumenn komu, voru fyrst og fremst tvær þjóðir. Það eru Inúítar, sem að við köllum nú stundum Eskimóa. Þeir lifa í Norður-Ameríku og lifa enn í Kanada og Grænlandi. Og svo Indjánar, sem bjuggu alla Norður-Ameríku fyrir sunnan Inúítana. Og þessi þjóð, það fór mjög illa fyrir henni vegna þess að Evrópumenn, þegar þeir komu til Bandaríkjanna, þá bjuggu þeir fyrir á sléttunum miklu og reyninni alla Ameríku. Og til þess að segja kannski, gera langa sögu stutta, það má segja að Evrópumenn hafi nánast útrýmt þeim. Þeir útrýmdu menningu þeirra og þeir útrýmdu þeim sjálfum. Það eru margar þjóðir, indjánaþjóðir, sem voru til á 19. öld sem er ekki til lengur, og margir ættbálkarnir, þeir þurrkuðust út, og það er engin eiginleg indjánamenning til lengur nema á einstaka verndarsvæðum þar sem að þeir búa eiginlega inn í króaðir. Og ég set hérna með mynd þar sem að bandarískir hermenn hérna uppi eru að grafa indjána sem þeir höfðu drepið nánast í fjöldamorðum á stað sem heitir Wounded Knee eða Undað hné. Þá drápuður það bil 300 indjána sem voru þarna nánast varnarlausir, og við skulum taka eftir ártalinu 1891. Það er ekki nema 120 ár síðan að þetta gerðist. Þarna var Reykjavík að verða til. Á þeim tíma eru sem sagt Evrópumenn í Bandaríkjunum að murka lífið úr indjánum. Ok, nú er bara að taka sig saman í andlitinu, lesa og fara yfir verkefnin. Það er kannski eitt sem að ég gleymi að tala í sambandi við Bandaríkin, og það tengist þessu með frumbyggjana og það tengist þessu með Evrópumennina sem fluttu inn. Og það er það að Bandaríkjumenn eru náttúrulega fjölþjóðlegt fyrirbæri. Bandaríkjumenn eru svolítið eins og pizzan. Það er alls konar áleik á pizzunni, en pizzan er ein, og Bandaríkjumenn eru að reyna að búa til eina þjóð úr öllum þessum þjóðarbrotum sem komu, Norðurlandabúum, Rússum, Þjóðverjum, Englendingum, Írum og þeir sem voru fyrir og þrælunum. Enda sjáum við það í bandarískri menningu, kannski fyrst og fremst í músíkinni. Þar er þetta bræðingur af öllu þessu. Poptónlistin takturinn í poptónlistin okkar er komin úr trumbuslætti frá Afríku, en laglínan kannski komin frá Írlandi, úr írskum þjóðlögum. Þannig að það er margt að athuga í þessu, en við skulum láta þessu lokið í bili.